Já, heyrðu, hefur ekki byrjað þetta bara? Jú, ég held að. Þú bara byrjar þetta bara formulega einhvern veginn. Flott. Helga, velkomin. Já, takk fyrir. Helga Arnardóttir. Já, takk fyrir að bjóða mér. Það var mælt með þér sem viðmælanda af fyrsta viðmælanda þvottahússins. Nöfniðinni Helgu Snjólfsdóttir. Já, einmitt. Hún alveg æðisleg, sko. Já, það var ógeðslega skemmtilegt, sko. Já, hún var fyrst. Ég fannst það geðveikt, sko. Af því að það rímaði svo mikið við þá vinnu sem ég og konan voru búin að vera í síðustu svona mánuði, sko. Já. Og það hefur bara elst. Og konan, hún var svo spennt. Þetta er bara, já, magnað, sko. Breytti þetta eitthvað svona hjá ykkur eða? Já, mörgu leyti, sko. Þetta opnaði, það var orðið svolítið opið sambandi, eða skilur við vorum búin að taka þessa umræðu með nándina og kynlífið og allt þetta, sko. Og búin að vera að vinna í því en þetta tóka bara svona næsta level, sko. Þannig að, jú, það er ótrúlega, þetta, og fyrir mig, skilur við, hafði þetta mér fannst, ég var svo peppar að fá að heyra og sjá hana og finna þetta svona á nærvöruna og allt það, sko. En fyrir aðra sem að kannski eru ekki búnir að brjóta ísinn og komnir í þetta ferli, þá held ég hún geti gert alveg kraftaverk, sko. Hún er á því. Ég bara, að þetta er svo stór partur fyrir marga, ekki alla, skilur við, kannski fyrir annan og ekki hinn og þá þarf að finna einhvern meðalveg og opna á samræðina, sko. Já, líka bara ótrúlega gaman að tala við hana, sko. Við höfum alveg dálítið löng samtöl alls konar, sko. Já, ekki bara skilur við, þetta, það er alls konar, sko. Hún mælti með, ég spyr hana hvort að hún þekki eitthvað á svona, við vorum í vandræðum með að finna kvenfólk til þess að fara með okkur, koma með okkur hérna í þvottahúsið og ræða alls mennskuna frá mörgum ólíkum sjónarhornum, sko. Við vorum bara einhvern veginn með menn á listanum og hún mælti með þér. Við erum eiginlega bara búin að fá Helgur líka. Já, og þú þriðja Helga núna í 3 seríum, jú, algjörlega. Þannig að ég setti mig í samband við þig og algjörlega óaðvitandi í rauninni hvað þú að fást við því ég treysti Helgu Snjóls og hennar dómgreind og ég fór eitthvað aðeins að kynna mér þig svona gróft og hlusta á eitt viðtal við þig og ég skrifa hérna hjá mér altså geðhjálp, geðrækt, kennsla, núvitund, sjálfsumhyggja, jákvæð sálfræði, geðrænar áskoranir og fíknivesen. Ok. Og hérna þetta næri ágætlega utanum svona það sem ég pæli í, jú. Þannig að fyrsta spurningin, það er rauninni bara, ég rauninni bara hver þú ert og kannski hvað það er sem að fór með því inn í geðrækt. Já. Svona byrjum á því, áður en að við förum inn í svona eitthvað svona meira krefjandi spurningar, sko. En þú ert í rauninni að byrja á mjög krefjandi spurningar. Þú veist það bara ekki. Ég veit. Sko, ég hef haft áhuga á sálfræði og geðheilsu bara síðan ég var unglingur og það er náttúrulega eins og hjá flestum spratt af eigin vanlíðan og mér leið bara alveg óbúðslega illa þegar ég var unglingur og skildi ekki af hverju og hafði sko mikla löngun til þess að skilja af hverju mér leið svona og svo líka bara fólk með geðrænar áskoranir í fjölskyldinu minni og það líka var svona ákveðin ráðgáta fyrir mér að skilja það betur. Þannig að já, þetta tvennt var kannski svona eldsneitið sem var svona knúðum í þennan farveg að svona, já, fara að læra sálfræði og vinna við alls konar. Ég vann líka á Klassspítala í 6 ár og svona allt sem viðkemur svona geðheilsu og geðrænum áskorunum, já, það svona hefur heillað mig frá bara unglingsárum. En hvað var það, þessi vanlíðan á unglingsárunum, ef ég má spyrja, hvað ollinni? Sko, ég er meðalveg... Er þetta ofpersónuleg spurning kannski? Ég er náttúrulega bara vel, sko, hvað ég segi, ég ætla ekki kannski að útskýra allt alveg í þaula hérna. En já, þú veist, það hefur verið náttúrulega svolítið svona ferli að fatta þetta og ferli líka að líða betur, þú veist, það var ekkert eitthvað bara leiðið var 20 og það var ég bara góð. Að þetta er búið að vera langt ferli að smá saman líða betur og betur. Og já, þannig að nei, ég held ég ætla ekki að útskýra alveg hvaðan þetta kemur. En það þarftu þess ekkert, sko. En er þetta ekki mjög algengt samt, sko, og ég skrifaði þetta hérna niður á beinagrindina hjá mér og sama, veist, þessi ég sé altså fólk sem fyrir inn í jógakennslu og alls konar svona andlega iðkun og kennslu og sálfræði mennta fólk líka, er ekki oftast undanfarin af því, altså eigin glímur.
Ég held það. Og Fer einhver þarna án þess að í rauninni að hafa þennan ásetning? Ég held á alla. Ég held að sé fáir ef einhverjir. Og mér finnst hérna samlíkingin við hana Chiron, hana The Wounded Healer eða særði heilarinn, hún oft notuð fyrir fólk sem í þessum geira, að það yfirleitt það sem knýr fólk áfram. Þú veist, það eigin þjáning og svo hérna Chiron, þetta svona gömul grísk þjóðsaga hérna, hvað heitir þetta, Centaur, sem svona hálfur hestur og hálfur maður. Hann sem sagt var ódauðlegur, hann var sonur einhvers guðs og hérna og hann særðist sem sagt af eigin, hann var búið til eitthvað eitur og var með einhver svona örvar og eitthvað, var að kenna guðunum einhver svona búalist, ég kann ekki alveg alla söguna rétt, en fyrir einhver slysni þá fær hann eina af sínum eigin örum í læraða sér og hann fær sár sem hann getur ekki gróið, þú veist, þannig að hann ódauðlegur með ógræðandi sár. Það smá vesen. Já, en samt áfram þessi mikli heilari, hans hlutverki hérna að heila aðra. Og ég held að það sé sko málið að hérna, að, þú veist, maður kannski klárar aldrei alveg að heila eitthvað sár, en maður svona, jú stundum kannski, en minnst eins og þetta snúist aðalum að skilja það út frá fleiri og fleiri sjónarhornum og læra að hlúa að sárinu og læra að kannski lifa með því og alls konar svona dans í kringum þetta og það gerir manneskina dýpri og vitrari og færari að sýna öðrum samkennd og skilja aðra í þeirra þjáningu og það held ég að geri manneski sem ætla sér að vinna við það að hjálpa öðrum betri í því einhvern veginn að vera endalaust opin og forvitin fyrir því hvernig get ég unni með þetta einhvern veginn, hjá mér og svo líka, þú veist, með öðrum. Ég meina, þetta ekki heilunin sem þú ætti að lýsa, sko? Jú. Þú sagðir hérna áðan, sko, þú kannski nærði aldrei að heila sárið alveg, en það fyrsta sem kom upp í hausnum mér þá var í rauninni, sko, skilgreindu heilun, sko. Ég veit. Því að, og ég las talandi Steiner, Rudolf, vorum að tala hérna aðeins hann áðan, hann skrifar í einna sinni bókum, sko, að ef ég, sko, skítug fortíð, eða altså fortíð, sko, mörkuð af þjáningu, sé henni veitt réttan farvegs, þá breytist hún altså í perlu, eða hún kristallast. Já, akkurat. Fattarðu, og verður aðurinn í fjársjóði í formi visku. Já, nákvæmlega. Sem að ég þá get nýtt til þess að deila með öðrum. Algjörlega. Þetta ekki heilunin sem við eigum að sækjast eftir? Ég held það og mér finnst líka önnur samlíking góð, sko, að þú veist, þá eitthvað sem þú upplifir sem eitur og einum tímapunkt í lífinu breytist í meðal seinna, þú veist, medicine. Og hérna þótt að örið sé þar, sko. Já, akkurat. Og svo held ég líka, sko, að þú veist, þetta að vilja losna við eitthvað vandamál, lækna það í þeim skilningi að maður losni við það. Já, ég held að það sé ekki máli. Ég leit einu sinni á þannig að það væri markmiðið. En nú finnst mér þetta meira snúast þú veist, að skilja það betur og lifa með því og þá hættir það að valda þér svona miklu vandræðum. Veist, þá þetta ekki lengur eitthvað sem þú þráir að losna við. Það þetta svona partur að þér sem ekki lengur svona sársaukafullur. Og í rauninni kannski mögulega eitthvað sem þú bara þráir að losna ekki einu sinni við. Allt sem í rauninni bara minningu eða upplifun. Það er partur að þér einhvern veginn. Áhugavert. Þetta að minna að kafa bara alveg aftur og kryfa þetta bara frá byrjun. Hvað sem það svo sem er. Já, þetta getur náttúrulega verið flókið, þú veist. Þannig að hérna, þetta getur verið alls konar, en ég held allavega að vera forvitin og opin gagnvart sjálfum sér og eigin þjáningu. Þú veist, hvað er ég að upplifa núna? Hvað er að gerast núna? Ég held maður geti líka týnt sér í því að vera of mikið að reyna að finna orsökina og finna rót vandans og ef maður er of upptökin af því þá held ég maður geti líka farið sko einhvern villisan veg eða þú veist farið út í einhverju vilsi sko en svona vera opin gagnvart tilfinningunni, þjáningunni vera forvitin gagnvart henni svona það viðmót eða viðhorf sína sjálfum sér hlý og samkennd í gegnum vanlíðan og þjáningu ég held að þetta svona sé, já, eina af leiðunum að einhvers konar heilun eða svona, hvað segir maður, svona að integrata hérna hlutina. Hvað er það á góður íslensku? Að tileinka sér. Já, eða samsama eitthvað svona, já. Já, einmitt. Já, áhugavert. Er þetta, í rauninni það sem þú fórst inn á núna, hefur þetta með í rauninni þessa jákvæðinis sálfræði að gera? Þú veist, í staði þess að vera
að dvelja eitthvað, veist, í myrkrinu alveg stanslaust og rúla sér upp úr því og vera í þessari samsömun með í rauninni sársaukanum, sko, á einhvern tímapunkti þá þurfum við að hvað. Já. En hvað þýðir jákvæð sálfræði, skilur, hvað er? Já, góð spurning. Nú erum við með sálfræði sem kennd og og svo ertu komin í jákvæða sálfræði. Já, akkurat. Hvernig skilgreinur það svona lauslega? Sko, þetta svona nýleg nálgun innan sálfræðinnar. Þetta ákveðin fræðigrein sem var stofnuð formlega fyrir rúmlega 20 árum síðan. Og hún var stofnuð vegna þess að sko sálfræðingar í sálfræðingasambandi, hvað sem var, American Psychological Association, að þeir stigu fram og gagnrýndu svona að sálfræðin væri að einblína of mikið á vanlíðan og þjáningu, þú veist, og þetta væri ekki það eina sem væri sko hlutverk sálfræðina var ekki bara rannsaka þjáningu og vanlíðan, heldur allt spektrum eða allt svið mannlegrar tilveru og sálfræðin væri rauninni búin að vanrækja að rannsaka hamingju og vellíðan og hvað einkennir vel starfhæfan einstakling sem er að blómstra og líða vel í lífinu. Að því að sko sjálfshjálpar bækur hafa verið til, þú veist, endalaust lengi og fólk hefur pælt í hamingjunni endalaust lengi, en hún hefði ekki verið rannsökuð markvisst með svona sálfræðilegum aðferðum fyrir en bara fyrir nokkrum áratugum. Þannig að það var svona, þess vegna kom hún fram, þú veist, að því það var svona ákveðið ójafnvægi bara og þá var þau ekki líka að rannsaka hvað einkennir fólk sem líður vel. Og þannig að það rauninni viðfangsefni jákvæða sálfræði, að rannsaka og kanna hvað hverju áhrifaþættir hamingjunar, þú veist, við vitum alls konar hverju áhrifaþættir þunglyndis og kvíða, en hvað veldur því að manneskja upplifi þá hún sé að blómstri í lífinu, hvað ýtir undir það, hvað eykur líkurnar á hann blómstri. Þannig það einstaklingsbundið, það búið að miða það út frá þínum skjólstæðing í rauninni. Sko, það ákveðnir samanlegir þættir sem að ýta undir það að fólki líður vel og blómstri í lífinu. Þannig að það eru einfaldir hlutir sem við þekkjum öll eins og bara hreyfing, þú veist, hreyfing bara kemur á stað ákveðin svona hormóna flæðið sem hefur jákvæð áhrif á líðan okkar. Það félagsleg tengsl að tengjast fólki, að hitta vini og vandamenn, að rækta með sér þakklæti, rækta með sér alls konar dygðir og góða eiginleika. Þannig að þú veist, það er svolítið þetta sem jákvæð sálfræði snýst og þú veist, án spurði út í tengist þetta jákvæðri sálfræði að í rauninni lít ég ekki á það þannig ég lít á það þannig að geðheilsan ég lít á þannig að þessi gróðu dráttum svona 2 farvegir sem maður getur farið til að rækta geðheilsuna og maður þurfa að fara báða farvegina og annað er svona daily maintenance eða svona dagleg umhirða og það myndi ég kalla aðferð jákvæða sálfræði. Þannig að það er þetta sem við gerum dagsdaglega til að hugsa vel okkur. Þannig að við þekkjum hvernig við hugsum vel líkamlegu heilsuna. Við hreyfum okkur, við borðum hollt og sofum nóg og allt það. Þannig ég myndi segja að jákvæð sálfræði gefur okkur svoleiðisverkfæri. Þú veist, að hugleiða, að iðka þakklæti, að hitta vin okkar, hreyfa okkur. Þannig að þetta myndi ég segja að þú veist, er gott að gera dagsdaglega, nota aðferð jákvæð sálfræði fyrir svona dagsdaglega hluti. En svo myndi ég segja að þetta með að það sem við kalla kannski skuggavinna eða þú veist, að rannsaka, þú veist, sárin okkar og nýta tækifæri þegar okkur líður illa til þess að kafa ofan í það, þú veist, hvað er það sem að þú veist, ég held að vanlíðan sé oft, þú veist, einhver partur af okkur að reyna að tala við okkur, að segja okkur, hei, það er eitthvað sem þú þarft að veita athygli og ekki bara hundsa það og reyna að líða betur, heldur, þú veist, vertu opinga hvert þessu, skoða þetta eins. En það er annar farvegur heldur en jákvæð sálfræði fer með því í. En spilar þetta ekki óumflýjanlega saman? Jú. Er það ekki? Jú, ég myndi segja það, þetta spilar saman og þú getur vanið þig á að þú veist, þú getur þjálfa með þér meiri bjartsýni og jákvæðni og svoleiðis með því að iðka þessar æfingar, þessar aðferðir jákvæða sálfræði og það kannski gera þig svolítið sterkar á svellinu að tækla síðan sársaukan og vanlíðanina þegar hún kemur þá ertu svona kannski andlega sterkari. Já, það getur virkað hvetjandi og gefur manni svona eitthvað svona framtíðarsýn og von kannski. Já, akkurat. Því að þegar ég hlustaði á viðtalið þig þá fórstu inn í þessa jákvæðnis sálfræði að einhverju leyti og það sem að mér fannst einmitt vanta í þessa umræðu en ekki sagt að þú hefðir eitthvað þurft að koma þig fyrir en mér fannst vanta svolítið þetta með þessa óuppgerðu fortíð. Því að nú kem ég úr 12 spora umhverfi það sem að í rauninni allt sem þú nefndir þetta er allt eitthvað sem ég get sett inn í rauninni henni 12 spora prósess
fyrir utan að það vantaði í rauninni þessi verkfæri sem snúa að gera fortíðin upp. Og því í mínum heimi þá einhvern veginn öll þessi jákvæðni og þetta heilbrigða gildismat og þessi heilbrigða núvitund eða geta til þess að geta verið í núvitund og geta til þess að geta hort fram á veginn. Ég sé það alltaf sem afleiðing þess að ég er búin að hreinsa upp fortíð, sko. Skilurðu? Ég skil þig. En þetta er svona... En ég er rosa ánægður að heyra að þú skulle nefna þetta núna, sko. Já. En það getur svolítið flókið að hreinsa upp fortíðina, þú veist. Og það getur verið svona, maður er rosalega, það eru miklar varnir innra með manni sem maður er ómeðvitaður sem rís upp og gera mann blindan fyrir alls konar hlutum. Þannig að þetta er hægara sagt en gert, sko. Já. En það er kannski annað, altså í tólsporakerfinu sem kannski snýraði í rauninni þessari tengingu við andlegt, sko. Já. Eða Guð eða eitthvað skonar aðri mátt, sko. Það er kannski vittin sem að allavega eins og ég upplifi það, vittin sem ég þarf að komast inn í til þess einmitt að geta farið inn í hugrekkið til þess að díla við þessa hluti, sko. Ég skil. En ekki eitt sterkasta tólið út að tala að blanda saman jákvæð tilfinningunum og neikvæð það ekki núvitundin og þess áttar æfingar. Jú. Taka á móti, eða skilur. Já, góð punktur, sko. Núvitundin er svolítið svona í miðunni, þú veist. Já, einmitt. Í núvitund þá ertu bara að leyfa þér að vera með því sem er og þú ert ekki að reyna að breyta því á neitt hátt, þú veist. Og þannig að þú ert hvorki að reyna að rækta með þér jákvæðar tilfinningar nýja að reyna að hundsa neikvæðar eða að draga upp neikvæðar. Og jú, mér finnst hún vera svona stór lykill í þessu öllu saman og ég held að hún sé sko mjög gagnleg með svona að vinna úr fortíðinni, þú veist, á svona óbeinan hátt, þú ert ekkert að leita neinu, en þú sest niður á hverjum degi og situr með sjálfum þér í þögn og þá byrja hlutir að koma upp á yfirborðið. Að það er svona, kemur oft með tímanum þegar maður hugleiðir. Já, kannski skilur betur vanlíð en og annað, sko. Ég ætla að tengja það þannig, sko. Með núvitundin og það, sko, kemur upp á fattur og já. Því ég er mjög jákvæður og það er mikið gleði sem umleikur mig, en það gerist svona einu sinni, 2 ári, ég dett bara ekki þunglindin, ég bara dett niður í nokkra dag og ég bara, hvað er í gangi, skil, ég bara skil ekki, ég skil. Er það ástæðatengt þér? Það gerist daginn, sko, 3 dagar, ég var bara out of it. Og Katrín var bara, ekki alltaf lagi, ég bara veit ekki hvað að gera, skilur. Ég bara, er alltaf lagi það ég fer í vinnuna, ég fungera, ég bara veit ekki hvað, ég kemst ekki upp úr þessu. En svo þegar maður sest niður, fyrir sund, það virkar á mér, og svo bara situr og hugsar, og þá nær að leyfa þess að koma upp, og þá brotnar þetta niður og fer, ég veit ekki hvað veldur, skilur. En ég hef gert þetta í nokkur ár, sko, eftir las Eckhart Tolle, Power of Now. Það er alveg nóg. Breyta lífi. Ég veit að maður, ein bók, skilur, auðlesin bók, og það er bara nóg, skilur, bara já. Af því að í staðinn fyrir að bara belgjast upp og veist ekkert, skilur, ég svo sem segi það, og margir segi þetta sem kannski hafa upplifað þunglindu og vanlíðan, að þeir bara, ég bara fyrirgefið þess svona, ég veit bara ekkert hvað ég á að gera, skilur. Ég veit ekki hvað mér líður svona, ég kann ekki ráð, skilur, annað en lyfjagjöf eða eitthvað, en skilur bara ef við tökum einstakling sem er ekki að fara nýta sér lyfjagjöf eða þarf þess ekki, þá er þetta ótrúlega í samblandu við þetta hreyfinguna af allt það, skilur. Það er ekki annað bara að henda sér í ræktinu ofta að virka, eða skilur, en núvitundin, ég vil bara koma að það. En hvernig æfingar ertu þú þá að kenna núvitundar æfingar til þinna skjólstæðinga? Já. Og hvað ertu að notast við alls og möndrur eða ertu það að notast við andadrátt eða hvað ertu að nota? Þetta er bara svolítið svona pjúra núvitund sem er bara svona að oftast andadrátturinn eða hljóðin sem þú veitir athygli og er bara svolítið í tóminu og í þögninni. Þannig að já, þú veist, ég er ekki sko jógakennari og ég lærði núvitund svolítið frá svona þessu sálfræðilega sjónarhorni. Þannig að þá er maður, í rauninni bara að fara inn í það sem maður er að upplifa akkurat hérna í þessu augnabliki, andadrátturinn eða hljóðin eða líkaminn, eitthvað svoleiðis. En mér finnst sko, það sem ég er líka sniðugt með núvitund, það sem ég fór að fatta svona eigin skinni, er sko, ég tók eftir ég fór svolítið langar hugleiðsluæfingar, þá byrjaði stundum að koma upp einhverja svona minningar eða óþægilega tilfinningar eða eitthvað svona sem að ég svona vissi ekki að ég var að geyma einhvers staðar inn í mér. Þannig að það er eins og þegar það kemur þetta tómarými, maður er ekki að dreifa huganum með einhverju síma eða sjónvarpsefni eða einhverju, þá er eins og það skapist sko eitthvað rými fyrir eitthvað gamalt að komast upp á yfirborðið.
og svo upplýði þetta alveg í sko turbogýr þegar ég fór í svona silent retreat einsinni og 5 dagar alveg þögn, engin sími, útvarp, sjónvarp, það var bara ekki, það mátti ekki tala, það var ekki neitt, það var bara þetta hugleiða borða og fyrir göngutúra og hérna var þetta svona vipassana já, það var svona í þá áttina, það var svo vipassana eru 10 dagar, það var eiginlega eins nema bara 5 dagar það var þetta að halda svona upp í Ásbrú í Keflavík það ekkert ekki að vera þar sko bara að þaga og lappa nei en það sem ég upplýði þá var að eftir smá tíma, það tók svona 1-2 daga þá byrjaði það bara eins og popcorn að poppast upp, alls konar svona vandræðileg moment, óþægilegar samræður sem ég hafði átt, alls, það var ekkert eitthvað svona stórt traumatist sem kom upp, en bara fullt af svona vandræðilegum minningum sem ég vissi ekki ég ætti. Og þá fattaði ég hvað þetta er rosa mikið svona hreinsunarstarf og ég held að sko, eitthvað geðið okkar eða sæki eða hvað við kallum þetta, þessi svona innri heimur, ég held að sé með einhver svona sjálfvirkum hreinsibúnaði sem við truflum. Við nútíma fólki truflum en að hreinsibúnað með því að vera alltaf að beina athyglinni að einhverju og halda okkur upptekunum við eitthvað. Af því okkur má ekki leiðast. Nei, einmitt. Ég held þetta valdi bara svolítið mikið af þessum vandræðum sem nútíma maðurinn glímir við, sko. Hann að trufla þetta hreinsibúnað. En heldur þá að geðheilsan og gleðin hafi verið allsráðandi árið 1550, skilju? Eða á Sturlungaöld, þegar það var ekkert að trufla það nema bara einhverju vígamenn, sko. Já, ég veit það ekki, sko. Það er erfitt að segja. En ég tengi við þetta, það er sko, þú ert þarna í aðstæðum þar sem að þú fær rýmið til þess að melta, sko. Melta, sko, eindirnar sem kom upp, sko. Og ég googlaði einhvern tímann sko, to meditate, að hugleiða. Ég vildi svona reyna að komast svolítið inn í rauninni kjarnan, hvað hugleiðslega rauninni þýðir, sko. Eða þýddi allavega þegar orðið var búið til. Og þá kemur upp skýringin, sko, to contemplate, eða to ponder. Og ég fann, ok, hvað er íslenska orðið við það? Og það komum það að velta fyrir sér. Og það þýðir að ef ég næ að velta einhverju fyrir mér, þá er ég íhuga á eitthvað viðfangsefni, þannig að ég skoða það 360 gráður, sko. Frá öllum sjónarhornum, og hvað er ég að gera þá annað en að taka sjálfa mig og mínar hugmyndir með algjörum fyrirvara, sko. Fattar, því vanalega, þá er ég einmitt að horfa í gegnum allar þessar skilyrðingar, öll þessi gremja og allir þessi ótti og allt þetta áreiti og þá næ ég aldrei að afgreiða þetta drasl sem poppar upp bara á hverju einustu mikrosekundu, skilur við hvað. Akkurat. Og líka sko að því þú sagðir, þú skynjar heiminn í gegnum alls konar síur og svona, þú veist, að það er líka eins og núvitundin, hún kemur svona meðal annars úr búddisma og í búddískri iðkun, þá tala hann mikið að þeir eru að nota þetta til þess að sko eins og pússa glerið, til þess að hjálpa mann að sjá skýrar, hægt að sjá í gegnum svona bjagaða linsu einhvern veginn. Þannig að þegar einhver segir eitthvað við þig og þú tekur í svona persónulega verið móðgar eða eitthvað, að kannski þú veist, eftir að hafa yrkað þetta í einhvern tíma, þá getur þú heyrt sömu upplýsingar. Þetta kallast skapandi heyrn, er þetta oft kallað. Já, þú túlkar þetta einhvern veginn. En svo kannski mögulega gæti maður lært að heyra bara setninguna án þess að hún triggeri svona mikið, sko. Já, geggjað maður. Ég fór einmitt á svona, ég bjó í Danmarku í nokkuð mörg ár, þá fór ég einmitt í svona vipassana retreats í Svíþjóð, tvisvar sinnum, í svona skó. Svona 10 daga? 10 daga og þetta var alveg hellað. Já, þetta er rosalega. Ég fyrstu 3 dagana, þá fór ég í svo mikla sjálfsvorkunn og ég grét og mér var svo illt. Ég pantaði viðtali á einu munkinu, sko, því ég bara hélt í alvörunni, ég þarf að fara á spítal. Mér var svo illt í bakinu og það var ótrúlega lífsreynsla. Já, þetta er rosalega erfitt, sko. Það var hugleitt frá 4 á morgnana til 9 á kvöldin. Já. Og náttúrulega engin aukkontakt og það er fólk í kring, samt? Það er fólk, en þú mátt ekki eiga neinn samskipti. Ekki neinn, þú einhvern veginn bara svona líka orkulega séð, þá bara lokar þið af einhvern veginn í algjöru solitude, sko. Og þetta var mjög áhugavert. En svo á 3. eða 4. degi, hvað var að sásökan þá í bakinu, þá varð ég fyrir reynslu sem
breytti minni upplifun og ég bara endur skilgreindi sársauka þarna og á sekúndubróti þá hætti mér að vera illt og sársaukin breyttist í allt svo bara í straum af orku sko, sem að var ljós og gildur sko, og þetta búið að fylgja mig síðan sko. Og þarna ég mæli með þessu fyrir fólk sko. Þetta alveg geggjað, þetta eitt af það besta sem ég gert. Já, þetta rosalega sko gott fyrir mann finnst mér, en þetta rosa áskorun og það er ekkert mælt með því að maður fari í þetta sko ef maður nýbúin að missa einhvern eða á mjög erfiðum staði í lífinu af því að þetta ansi krefjandi. Já, geðrænar áskoranir. Já, þú starfar sem sagt, hvað maður að segja, í opinbera geiranum eða einkageiranum, þú ert bara með þína sálfræði þjónustu og... Sko, já, þetta smá flókið. Ég sem sagt með mitt eigið félag sem heitir Andleg heilsa og ég vinn sem verktaki á nokkrum stöðum. Og ég fæst sem sagt aðalega við kennslu, þannig að ég er að kenna námskeið jákvæða sálfræði, núvitund og sjálfsumhyggju. Og vinna á nokkrum stöðum við það og staðirnir sem ég vinn á, það yfirleitt fólk sem sko að glíma við einhver vandamál, þannig að það svo bataskólinn, það fyrir fólk sem að glíma við geðræn vandamál. Grettistak staður fyrir fólk sem nýkomið úr meðferð og í svona langtíma endurhæfingu. Og svo ég hjá Hringsjá, það sem reyndar sko, það opið öllum, en margir sem koma þangað annarkvort í endurhæfingu eða atvinnulausir, það svona misjafnt. Og svo vinn ég sem sagt líka hjá Geðhjálp, sem sem sagt félagasamtök fyrir fólk sem glímir við geðrænar áskoranir og fyrir aðstandendur þeirra. Þannig að og þar vinn ég við ráðgjöf. Það hlýtur að vera mikil vinna þar, altså með aðstandendum. Já, algjörlega. Þeir gleymast örugglega oft, sko. Já, ég var einmitt svona aðeins að skoða daginn, sko, hversu hátt hlutfall sko fólk, þú veist, annars vegar kemur fólk til mín sem að glíma við geðrænar áskoranir sjálft og hins vegar aðstandendur fólks sem að glíma við geðrænar áskoranir. Og ég hugsa þetta sé alveg svona 50-50. Þú veist, helmingurinn af fólkinu sem kemur til mér aðstandendur. Þetta getur verið mjög flókið hlutverk og aðstandendur getur verið svolítið lost bara í þessu hlutverki, þú veist, hvort sem þetta sko að makiðinn eða barnið eitt eða foreldrið eitt. Búið að marinerast bara í einhverjum alveg bara highly dysfunctional aðstæðum, kannski einhverja áratugi, sko. Búið að gerast smátt og smátt og fólk bara einhvern veginn bara neck high á þess að gera sig grein fyrir því, sko. Já, algjörlega. Og þú veist, það engin einföld svör heldur, þetta bara flókið, sko. Mjög svo. Já, einmitt. En færðu tíman og svona svigrúmi til þess að stunda þína vinnu á þínum forsendum og tíma, eða þetta svona næsti? Eða þú skilur hvað ég meina? Ég skil. Eins og þetta oft í opinbera kerfinu og annað með geðbatteri svo sem rætt áður, þá þetta bara, það ekkert samtal, það bara, þetta svona færibandavinna, skilur, tími og fjármagn og allt þetta. En nærð þú alveg að, ertu sátt við þína vinnu, skilur, hvernig? Já, ég skil sko við ráðgjöfuna þá geðhjálp eða bara almennt, skilur? Já. Svona, já, sko einmitt. Ég sko ég fæ svona, það sem ég hef mest ánægju af að vinna með sko fólki í svona hóp, þannig að námskeiðin eru svona það sem svona heillar mig mest og mér finnst yndislegt líka náttúrulega að vinna við ráðgjöfuna og þá erum við svona, það alltaf eitthvað sem skapast í hópnum, þú veist, og ég passa mig alltaf að hafa svolítið góðan tíma fyrir umræður og þannig já, það gott rými finnst mér í námskeiðunum til þess að svona skoða hlutina og ræða hlutina og svona og í ráðgjöfinni, jú, þú veist, ég ekki með fólk í sálfræðilegri meðferð. Það bara og þú veist, það alls konar mismunandi mál sem koma, þannig að það bara misjafnt sko hvað við ræðum. En já, fólk fær svona klukkutíma þegar það kemur og það getur komið oftar en einu sinni eða vill. En oft þetta bara svolítið svona, við erum bara að kanna, þú veist, hvert vandamálið og hvaða úrræði í boði, þú veist, hvað getur gert með þetta mál. Það náttúrulega vandamálið með úrræðin, sko, eins og við höfum talað við fólkin áður, sko, og það með einhverja hvata og sýn og metnað fyrir starfinu sínu sem það næri ekki að framfylgja því að það svo lítill tími og lítill peningur til þess að að kafa í úrræðin, skilur, það alltaf bara leyst með lyfjagjöf eða hvað sem það áherslan alltaf bara í ekki samtali, kannski segir nú ekki alltaf, en
90% bara í lyfjum sko. Já. Og það einmitt hérna næsta spurning, veist, það einmitt þessi lyfjaúrræði versus núvitund, umhyggja, altså tenging. Veist, þannig að ég mæti skjólstæðingnum sko, í kærleik sko, og í augnæð, á jafnréttisgrundvelli og af nánd. Já, altså lyfjaúrræðin versus þetta og jákvæðnin. Já, þetta góða pælingar, einmitt. Og þetta mjög erfitt og eldfimt umræðefni. Mjög eldfimt, sko. Þetta ekkert með á móti, þetta bara svona skilur. Já, mjög gaman að pæla í þessu, algjörlega, ég alveg til í það. Og sko, eitt sem ég finnst svolítið leiðilegt sem að ég tek stundum eftir, að þegar fólk kemur í geðhjálp og því kannski búið að líða mig illa, veit ekki alveg hvað þú gerir í sér vanlíðan og fólk oft bent og það byrjaði að fara á heilsugæslustöðvar og þar fer það kannski og hittir heimilislæknin og mér svona óþægilega oft að það kemur tímann að segja mér heimilislæknirinn byrja bara því að skoða hvaða lyf ég geti tekið, þú veist. Og það ekki þannig að sé alltaf þannig, en mér finnst það svona, heyri það óþægilega oft og mér finnst það ekki vera fyrsti valkostur, þú veist. En auðvitað þetta flókið, þú veist, þegar mannesku líður mjög illa, það vilja allir hjálpuna líða betur, þú veist, þannig að það allir náttúrulega með það markmið og svo misjátt, þú veist, hvað aðferði fólk beitir. En já, ég myndi allan að segja, þú veist, mér finnst það ekki vera fyrsti valkostur. En svo, þú veist, hvað getur hjálpað, stundum það sálfræði meðferð, ég held að þetta sé margir þættir, þú veist, það með þetta, oft þetta þessi, sko, skortur á tengslum, þú veist, að eins og segja, þú veist, umhyggja, finna fyrir nervur annarra mannesku, það ofta rosalega mikil heilun í því og þegar fólk lendir á erfiðum stað, ég held að sko besta sem þú getur gert að byrja að tala við viniðina og fjölskylduna þína það, þó sé engin sálfræðingur í þeim hóp, að þá held ég að þú veist, það getur oft verið svona besti fyrsti staðurinn. Góður sálfræðingur, þú veist, sem að getur hjálpað þér, ég meina, það getur líka verið eitthvað. Og svo finnst mér, þú veist, ok, þú ert búin að reyna alls konar hluti og þið langar til þess að láta að reyna á lyf, þá getur það alveg hjálpað þér. Þannig að og ég var að tala um fólk sem upplifir það hefur kannski verið fast í einhverjum hjólförum í svona svartsýni og depurð og lágu sjálfsmati og finnast þau bara ekki komast upp úr og taka kannski einhver lyf sem hjálpaði mig í smá tíma upp úr hjólförunum og trappa svo lyfin út, þú veist. Þannig að það er alveg dæmi það að fólki finnist þetta gagnast sér. Svo líka náttúrulega til alls konar geðlyf við alls konar mismunandi kvillum. Þannig erum við að tala um þunglyndi og kvíða, erum við að tala um geðklofa, erum við að tala um, þú veist, hvað erum við að tala um. Þannig að þetta ekki líka eitthvað svona, eitthvað eitt, þetta svona svolítið flókið. En mér finnst ég vera var við mikið, altså að geðlækna batteríið, það mikið í að pröfa hinn og þessi lyf. Og svo það að bíða eftir einhverjum árangri og samtalið fer mikið bara fjalla mikið í rauninni að vera vakandi yfir aukaverkunum og svona sjá hvernig það fer sko, sjá hvort að lyfið virkar eða ekki og ef það virkar ekki þá mikill skaði skeður oft á tíðum sko og lyfið kannski trappa niður á þeim eða bætt öðru við og mér finnst þetta og lýsingarna sem ég heyri af þessu finnst mér bera alveg ótrúlega mikinn vott af sko að þeir virðast ekki alveg vita hvað þeir að gera. Nei. Skilur þú, á þess að ég sé eitthvað að plammera geðlega batterið, þótt ég sé mjög sterkar skoðanir hvað það varðar og ég með það og ekki ástæðulaus því ég búin að horfa upp á gríðarlega þjáningar í kringum mig hvað þetta varðar. En þetta allt mjög þokukennt. Já. Þetta eitthvað við? Ég skil þig. Og ég veit að þessi lyfjaúrræði eru náttúrulega brjálæðislega kostnaðarsöm líka sko. Þannig að við getum ekki verið að tala um fjársvelti sko. Nei. Veist, þú fær ansi marga núvitundar og jógakennara til þess að koma inn á stofnun bara fyrir 1 mánaðarskamt hjá einum skjólstæðing sko. Akkurat. Og sko ég held kannski líka eitt í þessu það að við erum svolítið hrædd við vanlíðan, þú veist, við reynum að slökkva á henni strax. Ég segi það, íta. Já. Og þú veist, ég held að það væri alveg gagnlegt ef við værum meira opin fyrir því að kanna vanlíðanina og ekkert endilega, þú veist, hvað er að, heldur, þú veist,
þetta partur af sjálfur mér sem að reyna að segja mér eitthvað? Leiðrétting. Já, er ég komin á einhvern stað í lífinu þar sem ég líður ekki nógu vel? Er ég sátt við líf mitt? Finn ég fyrir tilgangi? Finnst ég vera tengd öðru fólki? Þannig að, þú veist, vanlíðan getur oft verið merki að þú þarft að breyta einhverju, það þarf eitthvað að gerast hjá þér. Þú þarft að tengjast fólki betur, þú þarft að finna þér eitthvað fyrir stafni sem þú hefur áhuga á. Þannig að það er ekki endilega lausn að slökkva á þessu, þá ertu kannski bara að þagga í einhverjum sendiboða, þú veist bara loka munnunum og hann getur ekki lengur talað sko. Þannig að í einhverjum tilfellum, en þetta er flókið það er erfitt að fullyrða eitthvað allt já, algjörlega sko læknamaður geðræna kvilla sem eru afleiðingar fíknefna með geðlyfjum og veistu það og einmitt sko gerir heilinn og boðefnakerfið gerir heilinn greinamun á löglegum eða ólöglegum lyfjum er heilinn og veist nú, nei, ég er ekki að fara fram á þú svarið þessu ég meina er heilinn er boðefnakerfið mér að gera eitthvað greinamun á bara flottu og vönduðu amfetamíni og konsertu með rítalíni Ég held ekki. Nei, skilur þú hvað við? Já. Og auðvitað er fólk oft sko að meðhundla sjálft sig með ólöglegum efnum, þú veist, að ég held að oft byrjar það þannig að það er eitthvað vandamál sem þú ert að kljást við og þú líður þess að þú sért að fungera betur með ákveðnum efnum eða lyfjum, hvort sem eru lögleg eða ekki lögleg. Þannig að það er eitt. Já, ég veit ekki, þú mátt leiða aðeins áfram hérna samtalið. Ég veit ekki, ég veit sko, mér finnst þú vera að vinna á ótrúlega flottum stað. Okay. Mér finnst þú vera að gera góða hluti þarna og mér finnst þú vera með flottar áherslur. Já. Og þarna, því að ég finn hvað þetta varðar, ég finn oft fyrir reiði. Já. Í garð þessa kerfis sem mér finnst oft á tíðum vera svo nátengd í rauninni risastórum iðnaði sko, altså bara lyfja iðnaði og saman eins og með stríðsiðnað og annað sko iðnaðurinn vill ekki lækningu því iðnaðurinn verður að halda hagvexti sko. Já, halda þér þannig að þú þurfur að taka lyfin sem eftir er. Sko. Og við erum að trýta einkenni sko. Já, ég er saman því. Og hérna í stað þess að fara inn í rótina sem að mínum að þú komst með áðan sem er í rauninni bara skortur og tengslum. Það er þessi aðgreining og sem er alltaf á kostnað einingar sko. Það er við séum eitt og það sama og læknirinn í rauninni, hann verður að geta speglað sig í sjúklingum svo sjúklingurinn getur speglað sig í lækninum og allir þessi hlutir sko. Ég finn fyrir miklum vanmætti og ég sé lyfja iðnaðinn sko hann byrjar að smeygja sig inn í menntakerfið ég sé hann byggja höfuðstöðvar á háskólalóðum og ég sé lyfja iðnaðinn fjármagna tilraunastofur innan háskóla samfélagsins Þannig að þetta er hérna hitamál fyrir mér. Ég ætla ekki að fara kannski eitthvað endilega... Við ætlum að ræða bólusetninga núna. Ertu með David Bílan, getur ekki skotið mér nú bara í hálsum? Nei, við látum það eiga sig sko. En ég er sammála með nálgunna því mér finnst þetta. En það er náttúrulega þú að tala um þetta, þetta er alveg rétt. En það er líka fullt af alls konar, það er... Sko fólk sem kemur úr náminu, sálfræði, læknisfræði, geðlæknar og annað, þeir eru náttúrulega bara með ákveðna beinagrind sem eru með, eða svona bara stóðkerfi eða trí eða eitthvað, svo sækja þeir sér greinar og alls konar út frá sínum eigin svona pælingum og annað, eins og þú hefur klárlega gert, skilju, því að þeir eru þeir að hamra mikið á eins og núvitund, jógafræðum, hreyfingu og annað í háskólanum. Ekki sálfræði, sko. Í sálfræði og það sem þetta er alveg, myndi ég segja, gífurlega mikilvæg partur af meðferðinni, skilju. Nei, það sem ég upplifði þegar ég var bæði að læra sálfræði og líka þegar ég var að vinna á geðsviðinu í Landspítalanum, er sko þessi áhersla á svona sjúkdóma í geðheilbrigði. Og þú veist, ég lærði allt sko í sálfræðinni, þú veist, geðraskanir og allt sem getur verið að okkur
og það, en ég man aldrei eftir að lært sko skilgreininguna á í hverju felst það að búa við góða geðheilsu og hvað ýtir undir góða geðheilsu, það var meira hvað dregur úr einkennum vanlíðanar, þannig að þessi áhersla á einkenni mitt og að draga úr einkennunum og svo bara búið, og sama þegar ég var að vinna á Kleppsspítala hérna, það fannst mér svo mikil áhersla að vera á þetta, þú veist, hvaða sjúkdómi manneskjan greint með, hver eru sjúkdómseinkennin, hvernig var dragur sem sjúkdómseinkennum og þegar það var búið að ná að draga eitthvað úr þeim, ok, vel gert og útskrift. En mér finnst vanta, sko, og þess vegna fór ég í rauninni ekki í svona hefðbundna klíniska sálfræði, ég fór og tók master í félags- og heilsusálfræði og fór svo að læra þess að jákvæða sálfræði. Það var að því að mér finnst það vanta svo mikið að spyrja líka sko hver styrkleika þínir, hvað gefur þér tilgang, hvað hefur þú áhuga á, hver lífsskildi þín, hvernig lífi vilt þú lifa, þannig að sko við sem ekki bara eitthvað, já ég ætla að reyna að draga úr því sem að þér og það bara flott. Heldur meira þú veist hvað er jákvæmt og gott í þín lífi og hvernig getur við byggt, sko hjálpa þér að byggja aukin lífsgæði á því einhvern veginn. Geggjað. Þetta eru góði hluti sko. Þetta er mjög jákvætt. En ekki fólk svona, þetta ekki að breytast svolítið með þetta hefðbundna, fólk svona kannski að grípa sem í sérþekking og annað að vinna svolítið með ástríðun og annað, það ekki erum við ekki á leiðinni þangað? Er ekki framtíðin? Jú, algjörlega, jú. Verðum við ekki að komast þangað? Jú, algjörlega, og líka eins og í sko geðheilbrigðiskerfinu að ég hef tekið eftir að það er alveg að búið að breytast slatta á undanförnum árum og hérna og það er meiri virðing borin fyrir vilja einstaklingsins, þannig að notandinn eða hvað við köllum þetta einstaklingurinn sem leita sér aðstöðar fyrir einhverjum, þú veist, áratugum, ekkit svo löngu síðan samt, að þá var meira bara geðlæknir sem sagði þú þarfst að taka þessi lyf, þú þarfst að gera þetta og svo fyrir endurhæfingu þarna og hann var meira bara svona, þú ert sjúklingurinn, ég er læknirinn, ég veit hvað þér fyrir bestu. Í dag finnst mér að vera að tekið meira tillit til manneskjunnar og hvað hún vill, þú veist, að hún er sá sem á að stjórna eigin bataferli og heilbrigðiskerfið á að styðja við það sem hún vill. Það er engan veginn orðið algjörlega þannig, en ég sé að það er að hníkast í þá átt. Þannig að mér finnst það mjög flott. Já, maður sagði að fólk voru að skrifa upp á hreyfilífseðla og svona dótskilur og það eru líka fleiri fagstéttar farin að halda utan sjúklinginn skilur, þetta verður svona eins og bara stórt net sko, af því þú leysir ekkit öll heimsins vandamál bara inn á kontór hjá einhverjum með diplómu upp á vegg, kannski, en ekki alltaf skilur. Þetta er rétt, þetta er svona geðheilsu teymi, það sem er alls konar félagsfræðingur og fjölskylduráðgjafi og einkaþjálfarar og einstaklingur sem er sjálfur glímt við geðrannaráskoranir, þú veist, hann er partur af teyminu, þannig að algjörlega þetta er að þróast. Alls konar krani og heilun, alls og snerting. Já, algjörlega, snerting. Og hérna, ég held líka bara það sé mitt, eins og myndist á áðan, ég held að það sé eitt af þessu stóru púslum í þessu, að við erum orðin svo miklu minna tengd hvort öðru heldur við vorum. Og ég held sko, ég líka held bara stór partur af, sko ég held að við hérna í vestrænu samfélagi, ég held við þjáumst meira heldur en við áttum okkur á. Ég held að einstaklingarnir kringum okkar séu þjáðari heldur en við svona vitum. Og ég held að svona stór partur að því er svolítið svona bara við erum að lifa svo óeðlilegu lífi með hvernig við þróumst. Við þróumst sem hjarðdýr, við hérna lifðum í litlum hjörðum og veittum í matinn saman og hugsaum börnin okkar saman og allir í hjörðinu hefðu eitthvað hlutverk, þú veist, og í dag í svona nútíma samfélagi þá er þetta orðið svo ólíkt þessu, þú veist, við erum svo undirslítin og hver í sínu húsi og með sína vinnu og maður getur átt erfitt með að vinna heima. Já, vinna heima og þú getur átt erfitt með að finna fyrir tilgangi bara og hvert þitt hlutverk er í lífinu. Þannig að ég held að svona, það sé partur af þessum vandræðum okkar. Eittina sem ég langaði kannski að koma inn á svona í lokin, þetta var reyndar ekki á beinagrindinni, ég bara veit ekki af hverju ég setti það ekki með. Hvað með svona alternatífa lausnir eins og ég er að heyra með microdosering af psilocybin, sveppir eða ég sá mér í segja sko það sem að maður hvað var hermaður með massíft post-traumatic stress sko, var trýtaður með í rauninni bara full dosis á MDMA undir handleiðslu, altså heilara eða sálfræðings.
peyote, Já, skilurðu, einmitt. DMT eða ayahuasca, Akkurat. veist, allt þetta. Já. Ég var ekkert búin að nálgast Nei, þetta já. með þig, en hefur eitthvað að skoða þessu? Algjörlega, mér finnst þetta bara mjög spennandi þróun og ég hef mikla trú á þessu. Já. Og ég held að þetta sé eitthvað sem getur aðstofa fólk með þetta sem vorum að tala um í byrjun, að geta sko unnið úr erfiðri fortíð, unnið úr einhverju svona erfiðu sem situr í manni. Ég held að þetta sé allt eitthvað sem getur hjálpa manni með það. Þetta er náttúrulega vand með farið, þetta er ekki eitthvað svona töfrapilla sem reddar öllu, ég held að maður þurfa að fara varlega í þetta og gera þetta vel. Og þetta sé kannski mögulega ekki fyrir alla, ég held að maður líka hans að pæla í því. En jú, ég er mikla trú á þessu, mjög spennandi að það sé verið að fara að rannsaka þetta meira. Það var einmitt sko geðhjálp stóð fyrir málþingi psilocybin fyrir svona hálfu ári síðan. Okay. Það var breskur sálfræðingur sem að gera rannsóknir á þessu, Robin Carhart Harris, hann var svona aðalræðumæður á þessu málþingi og var svona að kynna sína rannsóknir. Þannig að já, margt sem er spennandi í þessu, þetta virðist geta hjálpa fólki frekar hratt út úr þunglindi, hægt að reykja og alls konar hlutir sem þetta getur hjálpa fólki með. En það er náttúrulega ekkert nýtt á nálinu, sko. Nei. Þetta er búið að vera hérna bara í jörðinni, bara í tugir þúsunda ára, sko. Algjörlega. Og við höfum verið að nota þetta, sko. Það er einmitt þessi skilgreining, sko, hvenær við erum farin að stimpla hluti sem löglega og ólöglega, sko. Það sem við mætum fordómum, sko. Já, einmitt, þetta er náttúrulega allt ólöglegt ennþá á Íslandi, en þetta er svona byrjað að löglega þetta hér og þar og aðalega kannski bara í rannsóknarskyni til að byrja með. En já, ég myndi segja að þetta væri svona spennandi og þetta er allt annað heldur en geðlyf. Þú veist, venjulega lyf eru svolítið að svona dempa vanlíðan og svona deyfa þig meðan þetta er í rauninni eitthvað sem kannski opnar þig meira fyrir sársauka rétt á meðan þú ert undir áhrifum en getur þá stutt við einhverja svona úrvinnslu, þannig að það getur verið svona meiri langtíma árangur. Ég sá heimildamyndum þetta mitt, þá var fólk sent að fóta í Jamaica og var að fulldósa sveppi, sko. Og þá var mitt talað sko, þetta snýr að þrem þáttum, það er allt svo magnið, aðstæðan og allt svo sá sem hélt utan þig. Getur þetta ekki auðvitað bara farið sátt? Nei. Er þetta ekki mikið í höndum kuklara og svona? Nei, allavega í þessu tilviti, þarna varstu bara, fólk fór inn í sásauka og inn í vanlíðan og ég sjálfur pröfaði þessa hluti bara því ég var yngri, bara á allt öðrum forsendum. Þá var ég náttúrulega bara að sækjast eftir því að komast í eitthvað ástand. En þarna ertu náttúrulega bara að fara með allt aðrar forsendur, á allt öðrum forsendum og það var, þarna í þessu tilfelli voru bara klettar sem bara bókstaflega, þau héldu bara þessum skjólstæðingum bara í kærleik, sko. Það eru mikið snerting, mikið nudd og mikið talað og mikið kærleikur. Og það myndaðist þarna svo mikið traust, sko. Ég sá þetta, það var alveg brjálaðislega fallegt, sko. Og fólki fór bara grátandi gegnum eitthvað prósess og kom út bara tonni léttar, sko. Fattarðu? Já. Og þetta er bara Netflix, þessi þáttur, sko, alveg geggjast, sko. Já, þegar þetta er vel heppnað, þá er þetta náttúrulega yndislegt, en ég held sjálfur rétt, þú veist, þetta er vand með farið, þannig að það hefur alveg fólk neikvæða reynslu af þessu líka, þannig að þetta er mjög, þú veist, þú þarft að treysta manneskju alveg gríðarlega vel sem ætlar að leiða því í gegnum svona. Já, einmitt. Og hverjum treystir maður? Ég treysti þér. Já, ég treysti mörgum og þér. Ég sé þetta bara með alls konar fólk, það er ekkert slæmt fólk. Nei. En ég veit það, þetta er spennandi. Svo sá ég aðra heimildamynd, sko, og þá var ég með svona ayahuasca, eitthvað seremonía, og þar var eitthvað kona fyrir fíkill og veist, hún bara dónastu því. Já, ég held ég að sé þetta, var þetta ekki á Netflix? Jú. Og það var einmitt og það var líka í því samhengið, þá var viðtal við eitthvað sjaman í Perú, held ég. Það var að tala um ayahuascaði, sko, og þá var hann að segja í rauninni söguna því hvernig ayahuascaði upprunalega var kynnt. Hvernig það var notað, hver hefðin var. Þá varstu með sjaman í einhverju þorpi og ég er þorpsbúið, það er eitthvað að mér. Þannig ég fer til sjaman, hann gerir ayahuasca sem inniheldur í rauninni þessi tvö lyf, það er DMT og eitthvað annars, ég manni hvað heitir, og býr til blöndu
og svo drekkur hann blönduna, fer í tengingu við andaheiminn og svo fer hann að kyrja möndrur, sko. Og möndrurnar heila þig. Og hérna, sá sem leitaði lækningana, hann trúir þér og tristir þér 100%. Þannig að það fer bara einhver heilun í gang, sko. Og svo komast Vesturlandabúðirnir í þetta. Kottu með þetta glas, skilur, ég ætla að drekka þetta drast, sko. Ég vil hitta Guð sjá. Ég held að, ayahuasca, ég held að sé mjög sterkt, sko. Og einmitt, vand með farið. Og ef það sé borið saman við sveppina, að það sé hafi mikið vitaði, þá held ég að þetta sé kannski ekki alveg hægt að líka það saman, sko. Já, ég hef ekki kemur þetta jafnvel. Nei. Ekki ennþá. Heyrðu, þetta áhugavert. Já, við erum bara nokkuð góð. Ég var með hérna eina síðustu spurningu og þú fórst nú kannski svolítið inn á það áðan. Það er rauninni bara, sko, ertu með einhverja framtíðarsýn? Hvað var það þína vinnu? Finnurðu eitthvað tilgang? Og ertu bara hérna í stamínu og styrk? 100% í þínum aðferðum, trúurinni og ertu sannfærð og ertu keyrð áfram á eldmóð? Sko, já, ég hef bara brennandi áhuga á þessu öllu saman ennþá og það er alltaf að breytast hvað ég kafa í. Þannig að einhvern tímann var jákvæð sálfræði lausnin fyrir mér og bara aðalmálið, þú veist. Fyrir mér er það ekki lengur alveg þannig en mér finnst hún ennþá mjög sniðug og ég er heilluð af henni og ég kenn hana og allt það. En það sem heillar mig alltaf meira og meira núna er það sem er kallað dýptarsálfræði eða depth psychology og það er, þú veist, svona kenningar sem að hafa með undirmeðvitundin að gera og það tengist öllu þessu sem við erum búin að tala að vinna úr fortíðinni, að það sitji ykkur hlutir í undirmeðvitundinni sem trufla þig, sem þú ert ekki meðvitaður og þú þarfst að fá aðgang að og samsama þig við að gera svona part af þér einhvern veginn. Og í dýptarsálfræði, þú veist, það eru mismunandi svona fræðimenn sem eru, þú veist, þar og sá sem heillar mig mest er Carl Jung. Carl Gustav Jung, já. Þannig að hérna, já, núna er ég bara rosalega mikið að skoða þetta, en þetta er allt svona bara persónulegur áhugi, skilur þau? Já, en ég er ekki búin að þjálfa mig í þessu, ég er ekki með einn svona námskeið um þetta, ég er bara á fullu núna að skoða þetta sjálf, þú veist, fyrir mig persónulega. En ég sé fyrir mér í framtíðinni að, já, ég veit ekki nákvæmlega hvað ég mun gera með þetta, en mér finnst líklegt að ég muni vinna með þetta á einhvern hátt, einhvern tímann. Gekkja með. Já, einmitt. Alltaf að halda á endurmenntunin, örva sig. Já, og leifa áhuga hlutinni að leiða sig áfram. Þú veist, bara ef eitthvað heillar mann, maður áhuga einhverju, leifa sér að fylgja í hvort sem það er eitthvað rosa svona lógíst eða ekki. Nei, og maður verður að geta skýrt úr skoðun. Það er verið að leiða þig þarna inn í andan, sko. Já. Erum við búinir eða? Mér finnst þetta geggjað, sko. Það er bara heim, núvitund, lesa Tolli aftur. Já, hljóðbókinni í lengi að lesa í kvöld. Æðislegt að fá þig. Já, frábært. Og takk fyrir að hafa hjólað allarleið hingað úr Vesturbænum. Við hefum svolítið hefur beðið það. Mér var mjög gaman að sjá þig koma hjólandi inn á. Svona svolítið vilt eitthvað í rigningunni með síman bara eitthvað. Og bara erfitt stað. Hundblöð. Sko, þetta var hjólatúrsins í virði. Það var bara mjög gaman að koma til þig. Já, krefandi spurningar. Takk. Og hjólaði varlega heim. Já, ok, takk.